Ég á hendur, þar eru tvær 10 fingur, 10 tær það gamli eða nýi engin skoðun, kannski bæði Pull up on the jacks Sorry baby, þarf að fara þetta cash, nei og það bara þannig ég, Jóhann Kristófer, kynnast gaman þér Þú kannski kemur upp í Sturlu Atlas. Það byrja náttúrulega bara að við erum bara eitthvað æskuvinir. Og við erum að gera stuttmyndir saman og erum að gera alltaf bara eitthvað að hlaupum með bæinn og eitthvað wreaking havoc. Búið til sprengjur og svona láta svona alveg svona old school prakkarastrik. Slæpast sko. Við erum að koma eftir þessi Danmörk fyrir jól. Ég veit það, hvernig er maður að fara inn með það? Við gleymum bara smá. Okay, við gleymum bara smá. Tell me what the fuck are you doing in the houses? Nothing, do not touch me, nothing. I'm gonna kick your ass, man. I'm gonna kick your ass. Bara líka í dag. 101. Og síðan þegar við erum í Listaháskólanum, bjökum við svona netta svona parodíu, svona EP sem er svona inspirað af svona Weeknd og Drake sem við hlustum mikið á þessum tíma. Og síðan voru bara lögin, bara svona, þú veist, það var eitthvað sound sem var bara eitthvað svona gett að virka fyrir okkur. Þetta er stærsta kannan sem ég séð. Kannan á að stór. Af því sko, var þetta djók? Og þú veist, við erum náttúrulega bara húmoristar, þú veist. Það er bara húmor í öllu sem maður gerir, þú veist. Það er ekkert sem ég gerir sem er laust við húmor. Þú veist, að spyrja hvort eitt er djók og annað ekki, þú veist. Bara já og nei, þú veist. Kaffi? Lísa? Kaffi? En er þetta ekki líka, þú veist, þetta er svona súkkulaði feelingur falinn í því að ef þú ert að gera eitthvað í djóki þá getur enginn gagnrýnt það, að það er bara fyndið, skilur mig. Þetta var djók að þetta var plata sem við gerum fyrir vinn okkar í afmælisgjöf, þú veist. En þú veist, við vorum alltaf mjög vissir gæði vörunar, tónlistarinnar, þú veist. En þú veist, húmórin var líka fólginn í því að hvernig við markaðsettum síðan dæmið. Búið til eitthvað hæp eitthvað sem enginn vissi hvað var, þú veist. Og hæpið var mjög mikið, en þú veist, ef músíkinni ekki verið góð, þá hefði hæpið verið bara, þá hefði það fallið sjálft sig, sko. Ég var einhvern veginn bara svona allsherjar listræninni vinnu í kringum þetta band, sko. Ég er ekkert mikið að syngja, ég er meira svona í einhverju svona branding og svona myndheiminum. Ég byrjaði að fá miklu meira áhuga á tísku, þú veist. Þannig að þú veist, ég fílaði ekki að mikið að vera að stíla strákana, þú veist, setja sturl í eitthvað föt og vera að ýta þar líka, þú veist, að pusha þar, þú veist, að fara að gera eitthvað sem enginn er að gera. Ég ætla aldrei að vera tónlistarmaður, sko. Mér hafði aldrei dreymt það, sko. Þú veist, ég var alltaf bara ógeðslega laglaus, þú veist, ég hlusta mjög mikið á tónlist og hef alltaf gert, sko. En mér hafði aldrei dottið í huga að fara að gera hana, sko. Þannig að, þú veist, þegar þetta byrjar þá er ég einhvern veginn svona mikið að fara, þú veist, það er eiginlega ekkert sem ég er jafn óöruggur með og tónlistin mín, sko. Og bara mín eigin rödd. Og hvernig ég beiti henni og bara hvernig það hljómar og það er svona, hef bara búið að gera svona sem ég byrjaði að gera, þú veist, mitt eigið sólódót sem ég er farin að setja alltaf vel í því, sko. Eða kannski ég gefi hundinum bein eða eitthvað, það er alltaf aðtafast. Hann má samt, hún má aðtast í okkar, aðtast í mér og svona. Heldur að þið hefði orðið stærri á Íslandi, skilur mig, hefði verið á íslensku? Ábyggilega, sko. Þú veist, það er alltaf fólk tengir við sitt eigið tungumál og maður sér það bara leið og, þú veist, og ég fer að gefa út mitt íslenska dót, þú veist, mitt fyrsta lag sem ég gef út það nær alveg hærri tölum heldur en við höfum náð með Sturlu Atlas áður. Og það er held ég bara út af því, sko, þú veist. Er það bara Joey Sæfer? Já, það er fyrsta lagið sem ég gef út. Fara, velja, velja þessa sala. Vinir mínir stunda glæpi. Þú veist, ég byrjaði að gera eitthvað lög á ensku með Arnari og síðan gerum við eitthvað lag á íslensku og þá einhvern veginn bara svona alveg bara er ég bara, já, ok, þetta er miklu meira málið fyrir mig, þú veist, af því þá næ ég líka bara, þú veist, að nota orðaforða minn og ég næ að gera eitthvað grín og ég næ að tjá mig miklu betur. En ég sem alveg komist alltaf lögum á ensku og ég einhvern veginn ákveð bara að gefa út 2 plötur, þú veist, með viku millibæli. Oh my god. Ég lúkur alltaf semja svo svona gaur í Þriðja ríkið. Ég verð að fara út. Flóni.
Ég stoppa ekkert mikið og er eitthvað á ég að gera þetta, þú veist, það er bara allt sem við gerum hreyfist mjög náttúrulega, sko. Leyfir bara verkunum að tala, sko. Það er alveg svona mottóið mitt, bara do the thing, sko. Reyna að tala sem minnst og reyna að gera bara sem mest að því, sko. Ég kann aldrei segja það snýst mjög mikið um að vera bara öruggur, þú veist. Ef þú ert að gera þig, þú veist. Ef þú trúir á það og fólk finnur og trúir á það. Ef þú ert að gera eitthvað og fólk spyrir af hverju þú gera það, þá er bara ég veit ekki, þú veist eitthvað, þú ert eitthvað svona, þú veist. Þá er allir að ráða ok, I don't care, þú veist. En þú ert að gera eitthvað og stendur með því, þú veist. Og þú veist, ert bara stoltur af sjálfur þér, þú veist. Þá er miklu líklegra að fólk eigi eftir að fíla það, þú veist. Ég hef alltaf sagt að þú veist, því ég var að gefa út 2 rappplötur, þú veist, ég er ekki að skæða eitthvað rappari, ég kunni alltaf að rappa, ég var að gefa út 2 plötur. Þess vegna ég lærði það bara, af því ég bara vildi bara gera það, þú veist. Ég bara hafði ekki tíma til að vera eitthvað að vera komplexera ef ég væri ekki jafn góður og Birnir eða eitthvað. Joey er svona höfundarverk að því leyti að ég er að curata hana mjög mikið, þú veist. Ég er að fá til mér ógeðslega mikið af gestum, en þú veist, þessi nýja plata sem ég er að gefa út, þú veist, ég er að lægja bara á sjálf mig á henni, sko. Og mér finnst þetta að vera besta músík sem ég hef gert, sko. Nei, hei, banabíta. Hei, nei, banabíta, nei, hei. Sjá þetta slef. Nú skýtur hún. Ég tína alltaf skýtinu þegar hann er svona háu. Þannig er þetta feitur. Það er svo mikið fart á henni, sko. Já. Lísa, komdu. En af hverju tekur þú þá ákvörðun eins og með Joey núna að vera bara einn? Af því að mér finnst ég bara þurfa að gera það. Af því ég bara er að vinna kæði mikið með, þú veist, Birni og Flóna. Þessi gæjar geta bara tekið lög og haldið þeim bara uppi einir, þú veist. Og mér finnst ég ekki geta talað með meðalir nema ég geti gert lítið saman, sko. Bara fyrir sjálfa mig, sko. En mér finnst það pínu eins og sko það sem þú gerir sé alltaf einhvern nátt sko að challenge sjálfar. Já, þetta er ekki svona sem ég sest niður og ákveð, þú veist. Nei. Það er eiginlega ekkert sem ég gerir, sest niður og ákveða, þú veist. En ég vil ýta því sem er í gangi, þú veist. Ef eitthvað er stopp, þá er það bara dautt, sko. Og ef ég væri bara að gera eitthvað sem ég þetta ekki þægilegt og auðvelt alltaf, þú veist, þá gæti ég átt einn sleppt því, sko. Mér finnst pointið með listinni vera að ýta hlutunum áfram, sko. Það færist ekki nema ég byrja bara að ýta sjálfum mér. Og vonandi getur það fært eitthvað meira, þú veist. Það er svona partur af þessum sem hljómar pínu eins og sko svona kvíðameðferð, sko. Já. Sem er bara pínu ef þú kvíðir einhverju, þá verður að gera það. Já. Af því að kvíði hefur alveg verið þér dálítið svona hugleikinn, sko. Algjörlega, sko. Já. Við erum náttúrulega bara í kvíðnustu borg í heimi eða eitthvað, sko. Þú veist, það eru allir bara hella kvíðnir af því. Það eru allir að verða geðveikir, sko. Já. Þetta stuðaði upplýsingaflæði og það er allir alltaf að fylgjast með öllum og allir alltaf að sýna sig og allir alltaf að tjekka hvað öðrum finnst með sig og það eru ógeðslega fáir sem eru content. Ég einhvern veginn, þú veist, ég væri að vera frekar Lísa, niður, komdu. Þú vill vera með, það er bara gott. Herri, ég ætla að gefa henni smá lifrarpylsu. Já, þú veist, það ætti bara sálfræðingar að vera í grunnskólum, þú veist, bara, þú veist, það ætti bara að kenna, það þarf að kenna okkur miklu betur á sjálf okkur, þú veist. Það sem ég fór ekki að læra fyrir bara, þú veist, ég var 20 var á sjálfa mig, þú veist, og var að þegar ég byrjaði að fara til eitthvað þerapista og eitthvað, þú veist, hvernig ég á að díla við eitthvað tilfinningar og ég er ekki hvernig mér líður. Að fara í eitthvað svona pælingar, þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að gera því að við erum ekki að bregðast við því hvernig samfélagið er að breytast hratt. Það breytist allt svo ógeðslega hratt, en við erum ennþá bara að láta eins og það sé 1990, þú veist. Það er ennþá bara eitthvað í 7. bekk að byrja að læra dönsku, en kannski gera það á iPad núna. Ég held að við séum alltaf að vera betra foreldrar okkar, sko, en þú veist, við erum líka við erum að alast upp á öðrum tíma en þau gerir, þú veist. Af því að, þú veist, ég er bara með í vasanum, ég er bara með 64 GB hraðtengingu bara, sem ég get alltaf bara að skoða allt í, bara allt. Og það er ekkert búið að rannsaka hvernig langtíma áhrif að alast upp í þannig umhverfi er. Við vitum það ekkert. Einu sem við vitum bara er allir ekki allt kvíðinir. Þegar ég gaf út plötunar þá bara hringdi mamma í mig og við tókum fundina bara, ég, mamma og pabbi, sko. Hvað? Bara stöðan á mér, bara hvernig ég væri, þú veist, og hvað var að gerast hjá mér og þú veist, ég er náttúrulega bara hreinskilinn fóldra minna og segja bara hvernig er í pottinn búið og þú veist.
það var bara mjög gott sko og hollt. En þú veist, ég held að það geti alveg trúið að þetta sé smá svona, wow, bara eitthvað, hún er alveg svona heavy explicit, þú veist, hún er mjög svona, þannig að, hei, Lísa, nei, nei, borða blóm. Maður ber bara ábyrgð á sjálfum sér og maður getur bara borið ábyrgð á sjálfum sér, þú veist. Ég get ekki borið ábyrgð á öllum unglingunum sem hlusta mig, þú veist. Það er foreldrar þeirra að bera ábyrgð á þeim, sko. En auðvitað get ég, þú veist, verið meðvitaður hvaða áhrif ég get haft á þau, þú veist. Og ég kýs alveg að vera meðvitaður það, þú veist. Ég gef mig grein fyrir það, ég ber ekki ábyrgð á neinum með sjálfum mér, sko. Og Lísu, þú veist. Já, þú reyndar á henni fulla ábyrgð. Já. Kallið mig, já ég kristur. Hitti krabba, það tvistur. Ribba vei, það mistur. Vantar vað, ég þyrstur.